Nú næstur á mælendaskrá Guðmundur Gunnarsson, gjör svo vel. Góður áheyrendur, ráðsliðar. Ég styð tillögu C-nefndar, aðallega því að hún var lögð fram, en þá hafa komið fram breytingartillögur sem að ég styð heils hugar, til dæmis eins og tillögu Þorkels. Mér finnst hún í sjálfu sér í samræmi við margt af því sem hefur verið rætt innan nefndarinnar. Það hefur verið að ég hef skilið áhugi hjá nefndarmönnum, sumum hverjum, að það sé einn annan veg þessi leið opin, menn voru hrifnir af því í þessari kynningu að nota svona styttri útgáfuna af þessu að þjóðin geti lagt fram á Alþingi frumvarp. Það er svona styðsta skýringin á hugsuninni. Þetta ég er hrifinn af þessari leið og styð hana heils hugar. Ég get líka tekið undir það sem hefur komið fram og hefur reyndar verið fylgismaður þess í nefndinni að mér finnst hreinn meirihluti alveg nægur. Ég talar ekki þegar að í Alþingi að þurfi ekki auki meirihluta. Ég talar ekki þegar á að bera viðkomandi mál undir þjóðina þar til viðbótar. Þannig að ég er fylgjandi þeirri breytingartillögu sem hefur komið fram. Einnig hef ég verið fylgismaður þess að þessari svokölluðu dönsku tillögu sem hefur verið rædd oft, danska fyrirkomulagi sem hefur leitt til þess að mati manna og í skýrslum sem menn hafa verið að benda á að þriðjungur þingmanna þar að segja minnihlutin geti lagt fram, farið fram á mat á því sem Alþingi er að gera og vísa því til þjóðarinnar og það virki á þann veg að það tryggi ábyrgari vinnubrögð og ekki þessar upphrópanir sem við erum svo sem vitna ansi oft af því að viðkomandi sem við hefur þannig vinnubrögð á Alþingi, hann gerir það í skjóli þess að hann þarf í sjálfu sér ekki að standa skil á því til þjóðarinnar. Hann getur starfað með þessum hætti og þetta hefur verið eftir minnstu sem fullyrt hefur orðið til þess að vinnubrögð hafa orðið ábyrgari í danska þinginu. Þannig að ég er eindregist fylgjandi því að það er farin sú leið. Öðru leyti þá hefur vinna nefndarinnar þetta mál, hún hefur verið afskaplega eindræg og góðar umræður það á öllu leyti.